Góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála og upplýsingafulltrúi. Við erum hér stödd fundarsal Austurbrúar í fræðslumálunum á Reyðarfirði. Ég verð að afsaka röddina mína, en hún kannski ekki alveg upp á sitt besta. Ég bara liggið og henni hlusti betur, ég treysti því. En ég býð ykkur hins vegar velkomin til 342. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Fundurinn er tekinn upp og honum strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 772 og númer 773 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum. Síðan erum við með fræðslunefnd númer 118, stjórn menningarstofu og safnastofnunar númer 5, félagsmálanefnd númer 159 og síðan fundargerð barnaverndarnefndar og síðan er eitt almennt mál en það er fundaáætlun bæjarstjórnar. En þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrár eru fundargerðir bæjarráðs númer 772 og 773 og orðið er laust fundargerðir bæjarráðs og Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið orðið til gjörðu svo vel. Kæru bæjarfulltrúar og starfsmenn, mig langar að koma aðeins hérna inn undir fundargerð bæjarráðs. Það er fyrst fundargerð 772 en hún var nokkuð svona hefðbundin. Það er kannski einna helst liður 1-2 tjaldsvæði en það er farin af stað að vinna við endurskoðun rekstrarformi tjaldsvæði Fjarðabyggð sem bara spennandi. Og svo er það í fundargerð 773, þar er það mál 2.1 en það var breyting á þjóðhagsspá frá vetri frá Hagstofu Íslands. Þar hefur forsendur verðlags breyst frá fyrri spá og nú er gert ráð fyrir 5,6% hækkun en ekki 4,9% eins og við höfum gert ráð fyrir við hækkun okkar gjaldskrá við fjárhagsáætlunargerð. Þar af leiðandi var ákveðið að taka allar gjaldskrár upp aftur og hækka þær í samræmi við breyttar forsendur. Þannig að þær eru bara í samræmi við þjóðhagsspá varðandi verðlagsbreytingar. Og verður þó að nefna að þetta kemur ekki til með að hafa teljandi áhrif á íbúa og hækkun á gjaldskrám í Fjarðabyggð er lægri en í mjög mörgum öðrum sveitarfélögum. Mál númer 2.3. Það var lögð fram samantekt frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga með útreikningi fjármálastjóra og rekstrarkostnaði grunnskóla í Fjarðabyggð fyrir árið 2021. Samantektin nær yfir alla skóla á landinu og þar eru skólar flokkaðir í hópa eftir nemendafjölda. Skólar í Fjarðabyggð voru með lægri rekstrarkostnaði en meðaltali í öll skipti að einu undanskildu og sumir voru mjög hagkvæmir en aðrir aðeins þyngri. En það er bara gott mál að rýna þessa tölu betur og sérstaklega þeirri vinnu sem er í gangi varðandi fræðslumál og varðandi því vísa til áframhaldandi vinnu í fræðslunefnd. Svo er það mál 2.4, það var samþykktur samstarfssamningur Fjarðabyggðar og samtakanna 78 fyrir árin 2023-2025 og er að ræða marga hópa samfélagsins sem að fá fræðslu og ég tel þetta mjög jákvætt skref fyrir sveitarfélagið þegar kemur að jafnréttismálum. Svo langaði mig að koma aðeins inn á mál númer 2.5. Það er kynning á kröfum ríkisins í þjóðlendumálum og mig langar bara að benda fólki á að gögn varðandi þjóðlendumál á Austfjörðum mun liggja frammi á bæjarskrifstofu á kynningatímanum sem er frá 15. nóvember til 15. desember ef einhver vill kynna sér þau. Svo er það hérna 2.6 en við tókum fyrir bréf frá stjórn félags eldri borgara á Eskifirði varðandi endurbætur á húsi félagsins í Melbæ og eins og greint var frá í bókum bæjarráðs er það á viðhaldsáætlun fyrir næsta ár og þá er gert ráð fyrir endurbótum á húsnæðinu sem er mjög jákvætt. Og það var ekki fleira undir þessum lið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, staðgengill bæjarstjóra og bæjarfulltrúar. Aðeins að koma inn á þessar
tvær fundargerðir. Eins og Þuríður kom inn á þá fyrsta mál sem að ég vil ræða eru tjaldsvæðin. Það var lagt fram minnisblað atvinnu- og þróunarstjóra rekstrarform tjaldsvæðanna í Fjarðabyggð sem að í stórum dráttum gengur út á það að leitast leiða við að færa rekstur tjaldsvæðanna úr höndum sveitarfélagsins og til einkaaðila. Og þá með dýpri hætti heldur en gert í dag með því að bjóða út reksturinn. Í grófum dráttum snýr þetta að í rauninni að selja tjaldsvæðin og minnisblaðið fjallar í rauninni þær útfærslur sem að við getum farið í því að ná þeim markmiðum og þetta verður svolítið áskorun. Ég fylgjandi því að fara þessa leið. Ég held hún sé til bóta og ég held að hún geti verið til bóta fyrir tjaldsvæðin og ég held að við getum séð tjaldsvæðin blómstra með enn meiri hætti heldur en á vegum sveitarfélaganna. Ég held að aðkoma íbúanna, íbúasamtakanna og annað gæti verið mjög gott í þessu. Aftur á móti kannski vandræðin sem við munum lenda í mögulega að það verður eflaust ekki boðið í öll tjaldstæðin og þá svona fyrirsjáanlegt að það verða rekstraraðilar á tjaldsvæðum á ákveðnum stöðum í Fjarðabyggð en ekki öllum og við verðum þá að gera okkur grein fyrir því þegar við stígum þetta skref að ef það kemur ekki tilboð í öll tjaldstæðin í öllum byggðakjörnunum þá sveitarfélagið ekki að vera í samkeppni við einkaaðila á þeim stöðum. Það þýðir þá bara einfaldlega það að það verður ekkert tjaldstæði þar og það tillagan og við verðum að gera okkur grein fyrir því í upphafi þannig að við förum ekki undan í flæmingi þegar að sú umræða kemur og eigum að kynna þetta með þeim hætti en auðvitað hvetja til þess að það sé boðið í og nú það þannig að eins og kemur fram í þessu minnisblaði að þá verið að reyna að finna leiðir hvernig við metum þessar eignir og það hefur mismikil uppbygging átt sér stað á tjaldsvæðunum, sums staðar hefur engin uppbygging verið og sums stöðunum bara einfaldlega ekkert tjaldstæði og á öðrum stöðum eins og á Stöðvarfirði þar búið að afmarka lóð fyrir tjaldstæði en engin uppbygging hefur átt sér stað og þá vantar alla innviði og það verður auðvitað að koma þá inn í matið á þessum eignum og ég held að auðvitað verðum við að bera okkur saman við eitthvað og við getum svona unnið þetta út frá einhvers konar drögum að verðmati en ég held að við verðum alltaf að horfa til þess hver staðan á tjaldstæðunum á þeim stöðum þar sem að lítil eða engin uppbygging hefur átt sér stað og reyna þá að leitast leiða til þess að koma þeim tjaldstæðum út til íbúasamtaka eða einhverja einkaaðila. Annað í þessari fundargerð þá var lögð fram tillaga sem að mjög góð og mjög þörf í lið númer 1.6 íbúakönnun og ég sé að mörg sveitarfélög að fara í samskonar eða bara þessa Gallup-könnun þar sem að farið á þennan spurningavagn og íbúar spurðir þjónustu sveitarfélagsins og við getum þá borið okkur saman hvernig okkur gengur ár frá ári en ég sé að mörg sveitarfélög að bæta við spurningum og ég sé að Múlaþing að gera það eftir ákveðnum kjörnum og eru þá svona að spyrja út í svona þau mál sem að eru
deilumál, ef maður getur orðað svo, fiskeldið á Seyðisfirði, eggin í Gleðivík og svo framvegis. Þannig að það verið að reyna að kalla fram afstöðu íbúa til ákveðna mála og ég held að það væri ágætis leið fyrir okkur að skoða eitthvað slíkt, að taka inn einhverjar spurningar þar sem að við myndum vilja fá að einhverja vísbendingu vilja íbúa eða afstöðu íbúa til ákveðna mála. Annað var það ekki í fundargerð 772, en ég ætla aðeins að koma inn á fundargerð 773 líka. Eins og Þuríður kom inn á, þá svona það helsta úr þeim breytingum sem við erum að gera á milli umræðna í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Þá auðvitað að fara yfir gjaldskrárnar og breyta þeim með tilliti til nýjustu verðlagsspá. Og þar eru forsendur að breytast sem gera það verkum að við erum svona í þessum taka þessa meginlínu 5,6% hækkun í gjaldskránum okkar í stað 4,9%. En það eru jafnframt fleiri breytingar sem við gerum í fjárhagsáætluninni. Við tökum inn í veikindalaunin sem var ekki fyrri fjárhagsáætlun og það er heillavænlegt skref, því að fjárhagsáætlunin hún verður auðvitað að vera raunhæf og þessi fjárhagsáætlun eins og við höfum komið inn á við getum sagt hún sé á veikum grunni, hún ekki óraunhæf en það er afskaplega mikla líkur á því að hún standist ekki. Einfaldlega vegna þess að við erum að keyra allt og marga liði niður og við erum að vanáætla mjög margt. Til dæmis erum við talsvert undir í snjómokstri miðað við undanfarin 10 ár. Þannig að bara það að taka veikindalaunin inn, þá erum við að búa til raunhæfar áætlun því að við vitum það að við munum greiða laun fyrir afleysingar vegna veikinda. Það er bara vitað og það er miklu nær að áætla eitthvað í þann pott frekar en að miða við að það verði 0 krónur því að við sannarlega vitum að það verður talsvert frá því. Og þá er ósköp eðlilegt að menn horfi bara til fyrri ára og reyni að áætla út frá því. Þannig að fjárhagsáætlunin gefi raunhæfa mynd. En svona miðað við þær upplýsingar sem ég hef fengið frá fjármálasviðinu, þá þessi fjárhagsáætlun núna hjá okkur það bil 200 milljónum frá þeim markmiðum sem við settum okkur í upphafi í rammaáætluninni. Og það er auðvitað svolítið vont að við náum ekki að halda í þá stefnu sem bæði meirihluti og minnihluti var búinn að setja sér í því að ná jafnvægi í fjármálum sveitarfélagsins. Heldur erum við þetta langt frá settu markmiði sem gerir það bara að verkum að við þurfum að ná þessu stóra skrefi þá á næsta ári eða þar næsta. Við getum ekki endalaust látið boltann rúlla, hann verður alltaf stærri og stærri eftir því sem að okkur gengur verra að stoppa upp í gatið. Og ég tel afskaplega brýnt að við förum að horfa til leiða með það að fara hérna inn í byggðakjarnana og taka umræðu eins og var hér, það sé ekki komin eitthvað það bil 10 ár síðan. Og við fórum í alla byggðakjarna og vorum með þá svona íbúafundi sem að snera því að móta framtíðina saman og vorum þá að skoða leiðir til hagræðingar og sjá svona hvaða sín íbúar myndu hafa á sinn byggðakjarna eftir 10 ár, 20 ár og hvernig við getum leitast leiða við að hagræða með því að ná framtíðarmarkmiði því að ég held að við verðum bara að horfast í augu við það. Þessi rekstur eins og við erum með núna og þessi þjónusta, hún þarf að breytast. Hún þarf ekki endilega að vera verri, en hún þarf að vera öðruvísi. Og við þurfum að vera óhrædd við að taka þá umræðu
hvort að við viljum sjá færri einingar og vera þá ekki með þjónustuna svona dreifða, heldur að vera með sterkar einingar. Og hún getur sannarlega verið dreifð. Við þurfum ekki að vera með þjónustuna alla á einum stað, en við þurfum ekki endilega að vera með alla þjónustu á öllum stöðum. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum í svona framtíðarsamtal með íbúum og reynum að taka þessa umræðu með íbúunum og þá að móta svolítið framtíðina með þeim, hvort það sé ekki einhver augljós tækifæri til þess að gera reksturinn betri, án þess að skerða lífsgæði, án þess að skerða þjónustu. Hún verður svo sannarlega breytt og hún yrði kannski í 10 mínútna fjarlægð. En hún getur kannski verið betri með því að vera með sterkari einingar en færri. Og ég held að þetta sé óumflýjanlegt. Það bara spurning hvenær við neyðumst til þess að fara í þetta, því eins og ég hef svo margoft sagt, þá reksturinn ekki sjálfbær eins og hann og þá kem ég að næsta lið sem er 2-3, rekstrarkostnaður grunnskóla sveitarfélaganna. Þarna verið að í rauninni að taka skólana eftir stærð skóla og reikna út kostnað per nemanda. Og þarna sjáum við til dæmis með mjög skýrum hætti að skólarnir okkar eru svo sem bara svona víðast hvar nokkuð á pari með við skóla með sambærilegri stærð. En ef við tökum skóla sem eru með jafnmarga íbúa og grunnskólar Fjarðabyggðar í heild sinni, þá erum við 300–400 milljónum umfram það sem það myndi kosta, samkvæmt útreikningum fjármálastjóra. Og þá ég bara miðað við ef við værum með skóla sem væri 600 manns, ef við værum á meðaltali allra skóla, bara í heildinni, þá þetta 300 milljónir. Þannig að þarna held ég að það sé hægt að horfa á hvort það sé ekki einhver tækifæri til samrekstrar, og þá ég ekki að horfa til þess að vera einn grunnskóli Fjarðabyggðar, en mögulega getum við farið út í það að sameina einhver yfirstjórnir og reyna að ná fram meiri samvinnu á milli skólana, með það fyrir augum að hagræða, en líka ná fram öflugri samvinnu, gera einingarnar stærri og sterkari. Og gleymum því ekki, það var grunnhugmyndafræðin við sameiningu sveitarfélagsins. Sameina okkur byggðakjarnana, sveitarfélagin, og gera okkur að stærri einingu. Það hlýtur að eiga líka við þjónustustofnanir sveitarfélagsins. Og þetta væri bara gott innlegg inn í þessa umræðu hvert við stefnum sem sveitarfélag og hvað framtíðin ber í skauti sér. Því að ég alveg sannfærður það, framtíðin mjög björt í þessu sveitarfélagi og við höfum alla burði til þess að verða með öflugustu sveitarfélögum landsins ef við svona höldum áfram að hlúa að atvinnulífinu og höfum burði til þess að stækka með því og vaxa þá áfram eins og við erum að gera, en til þess að geta svona mætt þeim kröfum sem að nútíma samfélög hafa varðandi íþróttastarf, menningarstarf, æskulýðsstörf og fleira, þá held ég að við verðum að ná meira svigrúm í rekstur og svo auðvitað viðhald. Fleira ætla ég ekki að koma inn á í bili. Takk fyrir þetta. Orðið að laust fundargerð bæjarráðs. Arndís Bára hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti og ágætu bæjarfulltrúar,
Ég ætla að ræða fundargerð 773 eða samstarfssamning Fjarðabyggðar og samtakanna 78. Samningnum er ætlað að stuðla að sýnileika hinsegin fólks, fræða og fagna fjölbreytileikanum í Fjarðabyggð. Samningurinn er til 3 ára og felst í því að samtökin 78 veiti stjórnendum, starfsfólki, nemendum og íbúum Fjarðabyggðar fræðslu, þjónustu og ráðgjöf hinsegin málefni. Jafnframt tryggir samningurinn öllum íbúum Fjarðabyggðar ráðgjöf á vegum samtakanna þeim á kostnaðarlausu. Samstarfssamningurinn er fjölþættur en sérstök áhersla er lögð á fræðslu til starfsfólks sem vinna með börnum og ungmennum í skólum, félagsmiðstöðvum og íþróttum. Fræðslan miðar meðal annars að fræða fjölbreytileika hinseginleikans, vekja athygli á ólíkum fjölskyldugerðum og styðja við hinsegin börn. Samningurinn er mikið fagnaðarefni, en þekking, skilningur og sýnileiki á hinsegin málefnum eru mikilvægir þættir í að skapa öruggt og styðjandi umhverfi fyrir hinsegin samfélagi hér í Fjarðabyggð. Takk fyrir þetta. Það er svona eins og maður sé blörraður á skjánum. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Þuríður, ef við beðum orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að þessi Ragnar kom inn áðan með veikindapottinn. Á síðasta bæjarráðsfundi var vissulega rætt veikindapott, en það var ekki samþykkt að taka upp slíkan pott. Og þá var það einna helst vegna þess að það myndi bæði blása út launaliðinn og líka af því að veikindalaun er svona stærð sem er mjög erfitt að sjá fyrir. Þannig að mér langaði bara að leiðrétta það. Takk. Já, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að leiðrétta leiðréttinguna. Nei, sko, ég var ekki að tala um að setja á veikindapott. Við erum með veikindapott. Veikindapotturinn í dag er þannig að við tökum hann inn í viðauka. Og það er alveg rétt hjá þér, við vitum ekki hvað hann verður hár. En það er á við svo marga liði. Við vitum ekki hvað snjómóksturinn verður hár, en við reynum samt að áætla það. Og það er ekki til neins að setja fram fjárhagsáætlun ef við ætlum ekki að áætla neitt í það sem að við vitum þó að það verði kostnaður. Við vitum að 20 milljónir eru líklegari til þess að verða, en mun líklegara heldur en 0. Og þá væri réttast að áætla 20 milljónir. Og við vitum að með að veikindarlaunin á þessu ári eru búin að vera í kringum 80 milljónir ef ég man rétt. Og eflaust eru þar inni eitthvað vegna COVID, að þá held ég að það væri hægt að færa rök fyrir því, að minnstu kosti mun betri rök fyrir því að setja inn 50 milljón króna áætlun í veikindarlaun, frekar en 0. Því 0 mun aldrei standast. Og ef ég skildi umræðuna rétt í bæjarráði síðastliðinn mánudag, og það verður þá bara leiðrétt ef það er, því að þá mun ég sannarlega taka málið aftur upp innan bæjarráðs, að það átti að taka þennan lið inn í óráðstafað fé og gera ráð fyrir honum þar. Þannig að við hefðum minna úr að spila í óráðstafað, en að það væri þá þessi liður þar inni frekar en að gera ráð fyrir því og segja í fréttatilkynningu, já við verðum með 120 milljón króna afgang á næsta ári, ef þessi áætlun gengur eftir. Vita það svo, áætlunin mun ekki ganga eftir vegna þess að það verður klárlega einhver veikindarlaun. Það er einfaldlega bara að varpa ryki í augu á fólk. Það er bara einfaldlega rangt og það er miklu nær að bara áætla og vera með eitthvað sem er líklegra til þess að standast, því það snýst áætlun.
Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Ég ætla aðeins að kveða með hljóð og ræða aðeins þessar fundargerðir. Ég ætla svona aðeins að koma inn á það sem að Ragnar og Þuríður töluðu í tengslum við tjaldsvæðin í Fjarðabyggð. En þetta er auðvitað þetta er rétt það sem er búið að fara í og þetta verður auðvitað svolítið kannski svolítið meira flókið líka fyrir okkur að skilgreina hvað við erum með í höndunum. Og það var svolítið umræðan á bæjarráðsfundi. Hvað er þetta út af því við þurfum náttúrulega að skilgreina svo margt í tengslu við aðsóknartölur, skilgreina lóða, skilmála og fleira. Þannig að þetta er bara áhugavert og spennandi mál sem við erum að skoða og bæjarstjóra var falið síðan umhald málið. Síðan ætla ég aðeins að fara inn í 1.6, það var í tengslu við íbúakönnunina. En já, ég tel að þetta sé mjög áhugavert og skemmtilegt að fara að leggja fyrir svona íbúakönnun og við ræddum alveg það að hvort að við ættum að fara að bæta við auka spurningum eða hvort við ættum bara að hafa þennan staðlaga frá Gallup og þetta hefur náttúrulega aldrei verið gert áður í Fjarðabyggð, þannig að við vorum svona að hugsa hvar við ættum að byrja, við myndum byrja eitthvað staðar, þannig að hvort að við ættum að byrja með þessar stöðlugu spurningar og síðan þegar við tækjum þetta síðan aftur eftir 2 ár þá myndum við kannski fara og bæta og setja inn. Þannig að það var svona hugsunin okkar út af því að þetta hefur ekki verið gert, að hvort við ættum þá að byrja með bara þessar staðlagu spurningar sem er í þessum pakka til sveitarfélaganna. En ég hugsaði mér að þetta er virkilega áhugavert að fá að sjá niðurstöðurnar úr þessu. Þetta verður held ég keyrt í, þessar spurningakannanir verður keyrt svona í janúar, held ég sé rétt. Já, ég bíð eftir svona frá upplýsingafulltrúum svona, já, rétt hjá Hjördís, en náttúrulega ég ætla sem aðeins, já, við ákveðum að fara ef við förum aðeins í fundargerð 773, þá ákveðum við að, eins og það er búið að koma þetta fram í máli bæði Þuríðar og Ragnars að taka fyrir breyttar forsendur á verðlagi, sem sagt ný spá frá Hagstofu Íslands, sem ég tel að sé bara rétt að við eltum og fylgjum þjóðarhagspánni sem er komin. Og við höfum náttúrulega verið að deila það eins og til dæmis það sem þau voru að deila hérna áðan með veikindapottinn og ég skildi það á bæjarráðsfundinum að það væri svona verið að velta fyrir sér, þú veist, hvað væri réttmætt, en ég held að það var ekki tekin en ákvörðun beint það á fundinum. En þetta var náttúrulega ákveðið í fyrra að bæjarráði og síðan bæjarstjórn að fara í þetta að taka veikindapottinn, eða sem sagt veikindin sem viðauka út af því að við vildum aðeins reyna að ná svona í skottu og kannski vera meira á tánum í tengslu við veikindi út af því okkur fannst þetta vera að vera svolítið mikið veikindi. Þannig að það var svona ákveðið að við myndum taka þetta þannig að við getum kannski verið meira vakandi fyrir þessu, í staðinn fyrir að við myndum bara alltaf gera ráð fyrir þessu, þá myndum við reyna að taka stöðuna reglulega yfir árið. Það var svona kannski heildar ástæðan fyrir því að þetta var tekið. Ég ætla líka bara aðeins að fá að tala 2.4 í tengslu við samstarfssamningi Fjarðabyggðar og Samtaka 78 sem að Arndís fór hérna vel yfir áðan og ég er sammála öllu því sem hún sagði. Þetta er náttúrulega rosalega flott og mikilvægt skref sem Fjarðabyggð er að taka og ég tel að þetta sé mjög nauðsynlegt núna með svona það sem að samfélagsumræðuna, það sem að við höfum verið að heyra og fylgjast með í kringum okkur. Ég tel að þetta sé virkilega mikilvægt skref og ég bara fagna þessum áfanga. Annað var það ekki, en orðið er laust. Ætlar einhver búinn að biðja orðið? Já, Birgir, hann er búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði að koma hérna upp og aðeins ræða fundargerð bæjarráðs 773. Það hefur verið minnst á lið
2-3 hérna áðan, sem er þessi samantekt Sambands íslenskra sveitarfélaga og rekstrarkostnaðar grunnskóla árið 2021 og þessi samantekt fer núna til umfjöllunar í fræðslunefnd og ég rauninni fagna því og þetta er margt mjög gott plagg, bæði til að sjá bara hvar við stöndum miðað við önnur sveitarfélög og eins og Ragnar kom inn á að þá er þetta í rauninni bara plagg sem er gott að styðjast við þegar við förum að velta fyrir okkur hvernig við sjáum bara í rauninni skólakerfið okkar til framtíðar. En svona þetta með að þessar hugleiðingar með að ef við værum 600 nemenda skóli og svoleiðis sem ég veit að eru í skjalinu finnst mér svona kannski fullmikil einföldun af því að sko ég hef sagt áður að við stöndum vörðum það svona grunnþjónustu á hverjum stað sem er skóli og við megum heldur ekki gleyma því að við erum nú þegar með samrekstur í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla. Þannig að við erum að gera eitthvað slíkt en þessu utan þá finnst mér sko það sem að Ragnar kom inn á með samvinnu og skoða fleti á því að það er klárlega ákall til staðar varðandi aukna samvinnu. Og við eigum klárlega að stefna þangað og ég held að þetta plagg hjálpa okkur að sjá stöðuna og fara þangað. En svona grunnurinn í því er að okkar skólar standast vel samanburð og þá í rauninni allir skólar sama af hvaða stærðir eru. Eins og við vitum þá eru þeir misjafnir af stærð. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst erum við komin að fræðslunefnd númer 118 og orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum komin í lið 4 og það er stjórn menningarstofu og safnastofnunar númer 5 og orðið er laust fundargerð þessa fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerðina til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar númer 158 og orðið er laust hana. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð félagsmálanefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 6, það er fundargerð barnaverndarnefndar og orðið er laust fundargerð barnaverndarnefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð barnaverndarnefndar til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og það er fundaráætlun bæjarstjórnar. Og ég mæli fyrir þeim lið en það er sem sagt að fundardögum og fundartímum bæjarstjórnar í desember verði breytt. Þannig að næsti bæjarstjórnarfundur verður 15. desember. Þá verður tekin seinni umræða fjárhagsáætlun og þetta er einnig síðasti bæjarstjórnarfundurinn á árinu. Fundurinn mun byrja klukkan korter yfir 4 þar sem hann verður haldinn hér í fundarsal Austurbrúar eins og gert er hér í dag. En við fáum salinn klukkan 4 þannig að þess vegna erum við að byrja 15 mínútur seinna. Ástæðan fyrir því að við erum að breyta núna bara upp að reyna að koma okkur að réttu ról en það var semst þannig að við teljum það að ef við tækjum núna eftir 2 vikur, 8. desember, þá hefðu alltaf þurft að funda til þess að ná að klára nefndir fyrir jólafrí. Þannig að þess vegna sé bara réttast að við tökum fyrir fundin 15. desember til þess að ná að klára allar nefndir og allir geti farið glaðir, kátir í jólafrí. En svo myndum við byrja í janúar á réttu plani eins og planið átti að vera. En orðið er laust fundaráætlun bæjarstjórnar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundaráætlun bæjarstjórnar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefi merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. En þá er
Dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til fundar, bæjarstjórnarfundar 15. desember með dagskrá. Ég ætla að þakka öllum fyrir fundarsetuna og þátttöku á fundinum og ég segi honum hér með slitið. Takk fyrir.